Velkomin. Takk fyrir. Ég mjög ánægð skildi koma og ræða þetta þennan kvíða og það sem þú ert að gera og bara svona kynnast aðeins þínu starfi og þinni sögu. Já. Hvað heitirðu? Ég heiti Sara Pálsdóttir. Já. Og ég dálæri og frumkvöðl og að vinna við að hjálpa fólki að fá frelsi frá kvíða og svona öðrum króniskum neikvæðum einkennum við mikið með fólk sem að glíma við brotna sjálfsmynd, svona neikvæðar, erfiðar hugsanir, króniska verki, mikla þreytu og það hefur verið svona, ég hef verið að sérhæfa mig svolítið í þessu. Og hvað kom til eiginlega að þú fórst að sérhæfa í þessu, þú veist, kvíða og þessu öllu? Sko það náttúrulega bara byggir á minni eigin reynslu, þú veist, ég lögmaður og það var mitt aðalstarf og var það í þó nokkuð mörg ár og það var bara mín stefna að vera lögmaður og ég ætlaði bara að stofna mína eigin stofu og ráða fulltrúa og stækka það og var bara mjög ánægð í því starfi. En á sama tíma þá var ég að glíma við og hefði verið að glíma við gegnum árum bara mjög mikið veikindi, bæði alkoholisma og ádröskun og ofsa mikið kvíða og kvíðaköst og ofsa kvíðaköst og síðan svona í seinni tíð, sérstaklega eftir ég átti eldri drengi minna, þá svona var ég farin að glíma við króniska verki líka og mjög mikla þreytu og ég var bara alltaf þreytt, ég vaknaði þreytt, ég var þreytt allan daginn og átti bara orðið rosalega erfitt með að vinna heila vinnudag, þú veist, ég var bara svo þreytt og kvíðin og verkið og einhvern veginn hvert einasta verkefni var bara orðið einhvern veginn mér ofviða og það var bara orðið þannig að í hádeginu þá þurfti ég bara, þú veist, að leggjast niður og hvíla mig og ég var orðin mjög áhyggjufull yfir því að ég væri að verða öryrki að ég myndi ekki, að ég væri bara komið vefjagigt og ég passaði einhvern veginn við öll þessi einkenni sem ég var að googla mín einkenni og mína líðan og ég reyndi að fara í gegnum svona þessar hefðbundnu leiðir til þess að fá okkur lausn og fá okkur aðstoð og það var bara sama hvað ég virtist gera að ég var bara veikari og veikari og síðan gerist það að ég fer að stunda huglauslu og ég bara fer að þvinga mig að stunda huglauslu 5 mínútur á dag þar sem ég var að setja fókusin á batan og á sama tíma og ég var að drepast í bakinu með svo mikla bakverki að þá fór ég að hugsa ég er með heilbrigt bak, mér líður vel í bakinu, þú veist, ég er frjáls og bara strax á fyrstu vikunum þegar ég var að gera þetta þá fóru bara dálítið magnaðir hlutir að gerast innan með mér og síðan á einum tímapunkti í huglauslinni að þá fæ ég þessu hugmyndum að fara í dálæslu og á þessum tíma hafði ég ekki hugmyndum hvað dálæsla var, ég hélt bara að dálæsla væri bara svona sviðsdálæsla, það sem að væri ykkur upp á sviði og væri verið að láta fólk, þú veist, gagga svo hænu og svona og en ég fór á netið og bara googlaði dálærar og fann meðferðardálæra og fór í nokkuð skipti þar og þar fekk ég alveg rosalega öfluga innsýn og mikinn bata og bara innsýn inn í ræturnar, hvað var sem var að valda þessum kvíða og þessum krónisku neikvæðu einkennum og síðan í framhaldi af því að þá fór ég að lesa alla bækur sem ég fann og horfa á öll myndbönd sem ég fann bara mátt hugans, þú veist, orkun okkar, hvernig við getum breytt hugsunum okkar og breytt orkun okkar og hvernig við getum orðið heilbrigð og ég fór að nota þessar aðferðir markvisst á hverjum einasta degi og það tók svona 8-9 mánuði frá því að þetta ferðalag byrjaði og þar til ég var orðin svona 80-90% frjáls frá kvíðunum, krónisku verkunum, þú veist, vöðvabólgunni og því sem að var að plaga mig svo mikið á þessum tíma og í dag hef ég öðlast algjört frelsi og bara er ótrúlega sjálfsörugg og heilbrigð og þú veist, fæ aldrei kvíða og og er bara orku mikil og er bara eins og ég vil vera, þú veist og ég framhaldi af því að þá fæ ég þennan eld innan með mér að ég þurfa að hjálpa öðrum og þá fór ég og lærði sjálfdálæslu og hef síðan þá verið að hjálpa fólki bæði með dálæslu og með námskeiðum og fræðslu með alveg frábærum árangri. Já, þú veist, og fyrir mér hljómar þetta náttúrulega bara eins og, þú veist, ég er náttúrulega sjálf bara, eins og ég var að segja við þig áðan, þú veist, ég hef sjálf verið með kvíða bara frá því ég var úlingur, þú veist, og ég man eftir því að segja við mömmu að ég væri svo hrædd við lífið og ég man, veist, og hún bara af hverju og ég alveg og hvað það sem þú hrædd við og ég sagði bara allt þú veist, og ég man alveg eftir því að mér fannst ég ógeðslega skrítin og svo þegar ég fór og fekk fór á göngudeild einhvern tímann
út á kvíðakasti og þá fekk ég bara með mér heim bækling og þetta var, þú veist með kvíða og þú veist, þetta var á þeim tíma, ég náttúrulega 41, þegar þetta var, þá var þetta eina sem ég einhvern veginn fekk og þetta var svona haldreipið mitt. Ég var með hana bækling sem sagði mér, þú ert ekki að vera klikkuð, þetta er allt í lagi, þú ert bara með kvíða, það gengur yfir og ég trúði eiginlega, þú veist, að því mér leiði alltaf þegar ég fekk kvíðakast eins og ég væri að vera klikkuð og ég var bara að missa tökin, sko. Já. Og svo leiði þetta alltaf hjá, en þú veist, ég var samt alltaf sannfærð í hvert skipti, bara fyrstu 100 skiptina ég væri að vera klikkuð, sko. Og og ég veit ekkert hverja ræturnar eru eða, þú veist, ég var alveg grunn það, þú veist, það eru nokkrir þættir, en þú veist, þetta, bara þessi bæklingur, hann fylgdi mér í mörg ár, af því ég var bara, ok, hérna þú veist, það er eitthvað búið að skrifa þetta, þú veist, ég er bara ekki svo eina. Einmitt. Og þú veist, mér finnst svo ótrúlega, að því mér leiði eins og ég væri eini geðsjúklingurinn í þorpinu, eða skilur, mér leiði svona eins og ég væri bara eins og bara, ég væri snarbiluð, en ég var að reyna að halda í lindu, þú veist, og ég var alltaf bara, mér fannst ég vera bara eina manneskjan í heiminu sem væri með kvíða og þú veist, og þá, ég fekk oft spurningunum fyrir hverju, þú veist, ég með kvíða, fyrir hverju, þú veist, og ég er alveg öllu, bara öllu, og þú veist, ég fór til sálfræðings þegar ég var einmitt ólétt og fór í einmitt aðra sjálfsvinnu þegar ég var ólétt af því ég var svo mikið, mér langaði bara að bæta mig sem mannesku fyrir, þú veist, móðurhlutverkið. Og þá fór ég til sálfræðings sem hjálpaði mér alveg rosalega mikið, en þú veist, fyrir mér hefur ekkert hjálpað mér eins og að fara í 12-spora kerfið, sko. Einmitt. Og það er einhvern veginn, þú veist, ég var búin að vera hjá geðlæknum og sálfræðingum og svo þegar ég fór í 12-spora dæmið að þá bara einhvern veginn breyttist allt. Þar fannst mér ég vera að gera svolítið, þú veist, fara í ræturna svolítið. Já, það sem að, sko, ég náttúrulega er alkoholisti líka og fór í gegnum sporun á sínum tíma, þarna í kringum 2015 og það var fyrsta skipti á minni ævi sem að ég var að kynnast einhver sem heitir svona sjálfsvinna, þú veist, að vinna í sjálfur mér, þú veist, og þar opnaðist nýr heimur fyrir mér og það var svona undanfarið þess sem að kom síðan í kjölfarið og það svo gott að heyra að þú ert að lýsa kvíðanum að því að sko kvíðin hann ræðist á okkur með tvennum hætti, þú veist, hann ræðist á hugsanir okkar og fáum svona neikvæðar kvíðahugsanir eins og til dæmis þú ert að missa viti, þú ert að vera geðveik, þú ert að deyja, þú ert að fá hjartaáfall. Þetta eru svona mjög algengar lega sem að koma frá kvíðanum þegar við erum að fá kvíðaköst eða jafnvel ofsakvíðaköst og svo ræðist hann á orkun okkar því að kvíði er orka, kvíði er neikvæð orka og þegar hann ræðist á okkur að fá bara hnút í magan eða þyngsli, bringu, hraðan hjartslátt eða svona spennu eða stífleika eða þyngsli, þá erum við að finna fyrir þessari orku og svona einn versta orka sem til er það er kvíðin og óttin og hræðslan og einmitt óöryggi líka sem getur verið að búa til þessi einkenni. Þannig að það er svo mikilvægt að við séum ekki að trúa legum kvíðans. Við þurfum að átta okkur á hvað eru lega kvíðans og hvað er satt og rétt, skilur. Af því að hversu oft höfum við verið í áhyggjukasti eða kvíðakasti eða óttast eitthvað, að hugsa eitthvað hræðilegt er að fara að gerast, það er að dæma mig mjög með mistakast, ég er að veikjast, börnin mín er að veikjast, einhver er að lenda í slysi, þú veist þessar klassísku kvíðahugsanir, en síðan hefur það ekki gerst, af því að þetta eru legar ósannindi sem koma frá kvíðan og við þurfum að átta okkur á því og eitt skrefi í því að fá frelsi frá kvíða er að skilja bara hvað er kvíði, hvernig virkar hann og hvernig getur við risið upp á afturlappirnar og barist á mótunum því að kvíðin er svona neikvæð orka sem vil taka frá okkur allt og hans markmið er bara algjör vanvirkni að við séum bara, lókum okkur af, förum ekki neitt, gerum ekki neitt, afreikum ekki neitt og verðum ekki svo manneskja sem okkur var ætlað að vera skil og hann er alltaf að reyna að halda aftur á okkur, þannig að og mínar aðferðir sem ég nota eru annars vegar að nota dálistu til þess að ráðast á rætur kvíðans og þetta eru alltaf sömu rætur, þannig að það eru bara 3 rætur sem valda kvíða og öðrum krónísku neikvæðum einkennum og með alla þá skjólstæðinga sem hafa komið tími síðan ég byrjaði að dáleiða 2019 og síðan í gegnum mitt eigi bataferðalag þá er þetta alltaf þessar sömu rætur og með því að fjarlæga ræturna með að hlusta á dálistur og þá þurfum við að gera þetta daglega. Dagleg iðkun er eitthvað sem skilur okkur alvöru árangri að í mínum bókum er það að fara í 1 og 1 engatíma, það er bara of stópult og ómarkvist þess að ná bara alvöru varanlegum árangri og þeir sem er að glíma við kvíða eða mjög óæðilega, mjög mikla þreytu eða eitthvað stórt vandamál sem er að taka frá þeim lífsgæði að það að setjast niður og segja, þetta er
vandinn, þetta eru ræturnar og þetta planið sem ég ætla að fylgja og ég ætla að vinna að því daglega þar til ég er búin að brjótast út úr það er það sem að skilar okkur óbúslega góðum árangri og það er það sem við erum að gera þegar fólk er að leita timmin og þess vegna er ég til dæmis með þessi námskeið á netina því að fólk þarf að vinna, svo kemur það í engatíma og ef við skoðum þessar rætur kvíðans, það fyrsta rótin er svo að það er eitthvað óheilbrigt í sambandinu sem við eigum við okkur sjálf og þegar ég var veik með öll þessi krónísku einkenni og bara komin í algjört þrot að þá áttaði ég mikið á því og ég var aldrei að hugsa út í það að ég hataði sjálfa mig, ég hafnaði sjálfa mér, ég vantreysti sjálfa mér, ég var að beita sjálfa mig andlegu ofbeldi með neikvæðu sjálfsniðri við sjálfsásökunum, sjálfsgagnrýni, sjálfsfordæmingu, þannig að ég var að með svipuna á mér, ég var gæsað, sko. alltaf að reyna að tróða mér í eitthvað form sem ég passaði ekki í, sama með líkamann og það var það sem var að búa til átröskun og svona óheilbrigt samband við mat og þetta mikla ójafnvægi í líkamannum mínum og þegar við eigum svona samband við okkur sjálf og við komum svona fram við okkur, það myndast bara blæðandi sár og sársauki, skilur, innan með okkur að því að það er svo vont. Það er svo vont að vera hafnað, það er svo vont að vera hataður, það er svo vont að vera beittur andlegu ofbeldi daglega, skilur, að þetta er svo mikið niðurbrot og eitt af því sem við verðum að gera er að við þurfum að öðlast heilbrigt samband við okkur sjálf, skilur, að þetta er eitt mikilvægasta sambandi sem við eigum, við getum ekki flúið undan sjálfum okkur, skilur, þú veist, ég fer í vinnuna, ég fer í vinnuna, ég fer á klósti, skilur, þú veist, við getum ekki, og eitt af því sem gerist þegar maður er komin í þá stöðu að vera til dæmis með fíknisjúkdóm fíkn er að mínu mati bara flótti maður er að flýja undan eigin harðræði og grimmd af því að það er svo og þá byrjar maður, það er óbærilegt að vera ég líður illa í eigin skinni ég get ekki bara setið eða lagst og bara láta mig líða vel, skilur hvað við þú veist, og þetta bara ekki verið akkurat, að get ekki bara verið en þegar maður elskar sjálfan sig skilyrðslaust og maður samþykkir sig meðtekur svo viðurkennir sig eins og maður er fyrirgefur sjálfan sér, leyfir sér að vera maður sjálfur eins og maður er, leyfir sér að vera alls konar, þú veist, leyfir sér að gera mistök og þú veist, vera stundum bara astnalegur eða þreyttur eða hvað sem er að þá einhvern veginn myndast svona friður í hjartað og sátt og maður fer að líða vel einn skinni, þú veist, og maður fer að sýna sjálfum sér bara mýkt og mildi og skilning og umburðarlyndi og eitt af því sem við verðum að gera er að hætta þessu niðurrifi og þessum neikvæða hugsun sem niðurbroti gagnvart okkur sjálfum og í staðinn kemur það sem ég kalla aðferð sem ég kalla jákvæð sjálfsuppbygging sem er eitt af því sem ég kenni á næstum öllum mínum námskeiðum af því að það er sláandi hvað niðurrif og sjálfsásökun og sjálfsfordæming eða það sem ég kalla sjálfsofbeldi er algengt í okkar samfélagi í dag. Já, guð, ég held að sko eins og með mig, þú veist, ég hef alveg verið minn helsti gaggrínandi alltaf og ég mynd bara og allt sem að þú veist var sagt við mig þegar ég var lítil þú veist, ég er 41 árs ég heyri samt ennþá í haustum á mér vertu til friðs hættu, þú veist, ekki vera með svona læti þú veist, nú erum við þú veist, bara allt þetta að ég hef alltaf verið bara, þú veist ekki nógu góð og þú veist, einhvern veginn var það bara þú veist, og það var alls ekki þeirra þú veist, foreldrar minna að brjóta mig niður alls ekki. Þú veist, það var ekkert málið heldur var bara, ég einhvern veginn er bara viðkvæm manneskja og og ég bara, þú veist, eins og þetta og tala um sjálfshatur og sjálfsgagnrýni og maður talar ekkert um það, ég hata sjálfa mig. Nei. Hvað segir þú gott í dag? Ég hata sjálfa mig. Já, minnst ég bara sjaldan verið ljótari og þegar ég var að mála mig í morgun en þú veist, þú veist, maður talar ekkert svona um sjálfan sig því maður er alltaf að reyna að selja öllum að maður sé í lagi, þú veist, og ég sé bara þess virði að elska einhvern veginn og mér fannst ég alltaf vera í sölumennsku, þú veist, með kærastana mína, þá var bara, já, ég fíla þetta líka því að þú fílar það og þú veist, ég var að selja þeim hugmyndin um það að elska mig, skilur. Akkurat. Þú veist, og þetta er ógeðslega sorglegt, af því að ég var bara, ég skildi allt sem ég vildi eftir og bara gekk bara, þú veist, bara eins og marserandi bara inn í sambandið og þú veist, ætlaði bara að láta það ganga, sko. Og það var mjög fáir sem vissu hvernig ég var eða hvað ég vildi eða hvernig manneski ég væri í alvörunni því ég var bara alltaf sammála síðasta ræðmanni, skilur við. Og og ég veist, ég gerði þetta líka við vinkonum mínar og þú veist, ég hef alltaf átt mjög erfitt með að tengjast fólki
einhvern veginn, þannig að ég var alltaf bara ok, þú veist, það eitthvað sem ég að gera vitlaust, ég verð að vera meira svona, verða svona föt klæða mig svona, mála mig svona, þú veist, ég hef alltaf verið að selja fólki hugmyndir það að ég sé þess virði, ég skilji, að vera vinkona að vera mamma, vera stjúpmamma og einhvern veginn þá þarf svo lítið til að ef að, þú veist einhver svarar mér ekki í nokkuð skipti þá ég bara ok, þannig að við fokka einhverju upp Akkurat. þannig að gerði ég eitthvað vitlaust Nákvæmlega. hún vill ekki vera vinkona mér lengur þú veist, ég er fullur en ég bara segi þetta núna því við erum að taka þetta fyrir að hérna og svo einmitt lærði ég eitt af því sem er svona dýrmætasta sem ég lærði í 12-sporunum var það að hugsa, þegar ég hugsaði svona sjálf á mig þú veist, ef mér hafa sagt upp í vinnu þá bara hausnum bara, hlaut að koma að því þú getur náttúrulega aldrei gert neitt rétt Akkurat, niður yfir já, að þá, eða mér var sagt upp og það bara, já, hann hlaut að sjá í gegnum það, þú ert ekki manneskja sem hann vill, þú veist, og það var sagt um mig bara, ok, ímyndaðir þegar þú talar svona sjálfa, þú sért að segja þetta við vinkona þína bara vinkona þín hringir í þig og hún var að missa vinnuna og þú bara, já, það hlaut nú að koma að því að þau sæi í gegnum þig þú ert sem ekki frott pældi í þessu og svona tala ég við sjálfa mig alltaf tala að því, ég er náttúrulega bara ég er búin að vinna mikið í mér og ég er farin að sjá aðeins þú veist, ég er ekkert illa haldin að kvíða í dag eða sjálfsniður ég elska mig alveg suma daga og svona þú veist, en það þarf rosa lítið til og maður er alveg bara pínu brothættur og það er nefnilega þetta sko að elska sig skilyrðislaust er ekki það sama og að elska sig skilur og sérstaklega ekki að elska sig stundum að því að jú ég elska mig þegar ég lít vel út, mér gengur vel ég er sinni börnunum mínum vel þegar allt er að ganga rosa flott og heimilega hreint og þetta og þá elska ég mig þá er ég verði og þá er ég nóg skilur en það er bara íta undir þú veist, ég er nóg skilyrðislaust skilur og þegar við samþykjum ekki okkur sjálf þá fyrir við að leita samþykki frá öðrum þú veist, af því að við verðum að fá þetta samþykki til að einhvern veginn bara staðfesta að ég megi vera til skilur og þegar ég var veik þá var ég með svona, þú veist, mér fannst ég ekki tilveru rétt og ég væri ekki verðug, ég væri einskis virði, ég væri minni virði en aðrir, þú veist, og eitt af því sem ég þurfti að vinna með og vinn mikið með mínum skjónustæðingum með sjálfsvirðið, hversu mikið virði er ég jafn mikið virði og allir aðrir, skilur, þannig að sko það sem að er svolítið lykillinn í þessu er að sko að leifa sér að vera skilyrðislaust þú veist, og eitt af því sem að býr til streitu, álag, pressu, kvíða, ótta það er þetta, ég verð, ég þarf, ég ætti ég skal, þú veist og sem setur rosa mikið, ég verð ekki þetta, ég verð að vera svona, ég verð að ná þessa márg og maður er bara að setja svo mikið álag og pressa á sjálfan sig að maður er að bugast, skilur og ég hef svolítið við að skipta þessu út fyrir bara ég má, ég vil ég get, þú veist sem að er bara svona þetta umbrunandi og þessi mýkt og þessi jákvæða orka sem fylgir því og þú veist, og rót númer 2 sem að veldur kvíða öðrum króniskum neikvæðum einkennum er einmitt uppsöfnu neikvæð orka í líkamanum og þannig erum við að tala um bæði áföll fortíðar, þú veist, áföll eru orka og þegar við lendum í áföllum og erfiðleikum þá myndast innan með okkur neikvæð orka svo kvíði, ótti, reiði, sorg, depurð, þreyta vonleysi, streita og allt þetta er orka, þú veist, og þegar maður fær hnút í magan eða þyngsli eða hraðan hjartslátt eða finnur spennu, stífleika, þrýsting, seyðing, allt þetta erum við að finna fyrir orkun okkar, skilur og þegar við náum einhvern veginn ekki að vinna úr þessum áföllum á heilbrigða máta að það einhvern veginn bara festist þetta í líkamannum og síðan bara festist þetta meira og meira og meira þar til að maður er bara orðin yfirfullur af neikvæðri orku og þá er maður farin að glíma við einkennum eins og meltingartruflanir, magaverki, verki, vöðvabólgu, stífleika, alls konar köst, reiðuköst, gremjuköst, kvíðaköst þreytuköst, þú veist, og þá er maður að finna fyrir, það er eitthvað sem triggerar þessa orku, þessa uppsöfnu orku og hún bara blossar upp og það kemur svona kast, skap, ofsakast vera rosa yktur líka bara ef ég má ekki vera ég sjálf eða ég sjálfur að þá einhvern veginn fer maður að spila eitthvað hlutverk og reyna að vera eitthvað því að maður veit ekki, þú veist, að því maður getur ekki verið maður sjálfur og þá verður maður oft svona yktur svona óeinlægur eða bara mjög óöruggur að því að maður veit ekki hvernig maður á að vera ef maður má ekki vera maður sjálfur og oft svona boð og bönn sem að maður er að leggja sjálfan sig, þú veist, þú mátt ekki vera svona, þú verður að vera svona, þú veist, þetta er rosa mikið svona svipa og veldur mikilli streitu og miklu álæg og það sem við þurfum að gera er að við þurfum að
að gera upp áföll fortíðar og við þurfum að fyrirgefa sjálfum okkur og við þurfum að fyrirgefa öðrum og það að fyrirgefa því að fá frelsi frá, það þýðir ekki að samþykja eða leggja blessun sína yfir broti að það sem gerðist eins og mjög margir virðast halda og segja mér er svo erfitt að fyrirgefa að því að þeir eru með einhvern ákveðin miskilning hvað þýðir, en fólk sem kemur til mín og byrjar að nota fyrirgefninguna að það finnur bara meira og meira létti og meira frelsi og það er bara grundvöllurinn að því að við getum lifað í núinu, lifið í einn skinni og bara horti framtíðar og látið, þú veist, fara að eltast við okkar drauma, skilju. Fyrirgefning er einmitt ekki, þú veist, það að það er einmitt eitt sem ég lærði líka, sko, að það var að fyrirgefa öðrum eitthvað sem að mér fannst það hafa verið gert á minn hlut eða var gert á minn hlut. Það snýst ekki hina manneskuna. Það var alveg bara ótrúlega gott að læra það því ég var bara eitthvað, hann á það ekki skilið, þú veist. Hann gerði mér þetta, hann gerði þetta. En það er einmitt þetta og þú veist, ég fyrirgef og það þýðir að ég ætla að sleppa tökunum á þessu. Og verða frjáls. Já, og verða bara frjáls gagnvart því. Burðast með sársaukann inn á með mér. Einmitt. Mörg ára á eftir, eða áratugi. Já, áratugi, þú veist, ég meina og það er einmitt það sem að ég held að kynslóðin á undan okkur eða ég veit ekki hvað ár þú ert vætt 86 já, kynslóðin undan okkur þú veist, kunni bara alls ekki og það er þetta, ég er búin að sjá svo margar rogast með byrðar frá fortíðinni, þú veist og það var bara sagt við verður sterk eða sterkur nú þarf þú að hætta að gráta nú er bara komið að því að þú þarf að fara að vinna fyrir þér og þú veist, þetta er bara, og ég er alveg bara, þú veist, eins og saga pappa mín svo var bara svona, þú veist, hann bara tekin að heimilinu, með valdi, lítill, 4 ára, hann manna það og þú veist, og hann bara var, svo hún var sagt að því hann var svo vittlaus, hann með lesblindu, hann var bara sagt að fara á sjó, hann ætti bara hætt í skóla, þú veist, og þetta er bara eitthvað svona, sem maður er alveg bara svona, og ég skil svo mikið, þegar ég skil þú veist, bak söguna hversuna manneskjan er svona, skilur, ég lærði ekki tilfinningaþroska af pappa mínum þú veist, með fullri virðingu en ég lærði samt svo ótrúlega margt og hef lært af honum, sko og þú veist, og það er mitt þetta að þú veist, við erum ótrúlega heppin sem erum til núna að við erum bara, þú veist að fá áfallahjálp eða að fá bara hjálpi streitu og kvíða og þú veist, þess vegna er mér svo geggjað þú veist, það sem að þú ert búin að vera að koma upp á Facebookinu mínu alveg mjög lengi, einhverju hluta vegna og og þú veist, eins og ég var að segja við þið þú veist, í dag og ég held að kannski margir tengja við að þú veist, kvíðinn minn kemur ekki og étur mig eins og hann gerði 7-13, þú veist, hann kemur meira bara svona þú verður að vera fínum hárið, þú verður að vera með svona marga þætti á viku í hlaðvarpinu, þú verður að vera með svona marga inn á hún.is sem er vefinu sem ég er með líka og þú verður að, þú veist verður að vera jafn sæt og þessi, akkur er hún svona sæt en ekki þú, akkur er hún ekki með neina hrukkur en þú ert með það, þú veist að af hverju er þú veist, og ég finn alveg að og svo er ég með svona hamfara hugsun líka, sko, þú veist, ef að dóttir mín er ekki komin heim klukkan 11 hún sagðist til komin 11, þá er ég bara það hefur eitthvað hræðilegt gerst, ég bara, halló og hún bara, ég er á leiðinni og ég bara, ok, ég held kannski að það hefði eitthvað komið fyrir, þú veist, og hún er alveg bara mamma, þú veist, ég held alltaf að versta, alltaf, og ég fer bara beint frá 0 og upp í 1000 að það er bara einhver hefur dáið, það er ekki bara hún hefur tafist í umferð, það er einhver dáin nákvæmlega og þú veist, ég veit ekki hvort að maður sem bara svona háður þessari tilfinningu sem óttað eitthvað, ég veit það ekki, að ég fer alltaf í þetta, þú veist. Já, akkurat. Að það er bara, þú veist, eða leikur, ég held að leikur vaskurinn og þá er bara allt húsið að hrynja, skilur við. Þú veist, þetta er bara svona einhvern veginn, og þú veist, ég veit ekki alveg hvernig, ég hef ekki alveg fundið leiðina til þess að hætta að vera með svona hamfara hugsun. Það er alltaf worst case-ina. Já, og þetta er bara eitthvað sem ég þekki svo vel, ég glímdi sjálfur kvíða í mörg ár, ofsakvíða líka vaknaði stundum á nóttinni
í ofsakvíðakasti, bara eitthvað hræðilegt að fara að gerast, heimurinn hættulegur, ég að veikjast, ég með krabbamein, þú veist, barnið mitt að veikjast, barnið mitt að slasast, barnið mitt að kafna, þú veist, það var bara alveg, þú veist, og ef ég fór, ég man eftir einni utanlandsferð sem ég fór í, þegar ég var alveg komin í mjög mikið vandar, ég var löngu hætt að drekka og bara búin að vera edrú í þó nokkur ár, þú veist, búin að fara gegnum sporin, en ég var ennþá með bullandi kvíða og ég man eftir, ég var að fara í 5 daga ferð að heimsækja frænda minn í Bandaríkjunum og það var bara, þú veist, 2 vikum fyrir ferðina byrjaði ferðakvíðin og ég var bara með áhyggjur af öryggisleitir og áhyggjur að fara í þetta og áhyggjur af þessu og það bara tekur allt svo langan tíma og ég þarf að vera í biðröð og svo bara var ég komin á flugvöllinn og ég var með bullandi kvíðu í flugin, ég bara alveg vissum að flugvélin myndi bara springa í lofti upp og ég var að fara að deyja eða flugvélin myndi bara hrapa, þú veist, svo var ég komin út og þá bara var örugglega hryðjuverkamenn á flug, þú veist, þetta var rosalegt, það var alveg hæsta stig af svona eitthvað hræðilegt að fara að gerast kvíða eða svona hamfara kvíða og og þetta einmitt 3. rótin sem að veldur kvíða og öðrum króniskum neikvæðum einkennum, það óheilbrigt hugafar og við þurfum að átta okkur á því að hver hugsun orka, skilur, allt orka og vísindin hafa sýnt fram á það, allt orka og hver einasta hugsun orka og við erum að hugsa kannski 60 til 80.000 hugsanir á hverjum degi, þetta rosalega mikil orka sem við erum að framlega innan með okkur dagstaglega og hvernig við hugsum stýrið í hvernig okkur líður, skilur, þannig að þegar að hugafarið orðið mjög óheilbrigt eins og hjá langflestin sem leita til mín af því að það svo stór og sterk rót. Það bara of margar hugsanir og fræðar hugsanir, ofhugsun, þráhyggju, áhyggju, streituhugsanir, kvíðahugsanir, neikvæðar neikvæð sjálfsniðri, sjálfsásökun og hugafarið bara mjög hratt og svona stjórnlaust, bara út allt að þá erum við að framlega þannig orku innan með okkur, þá líður okkur illa, við erum kvíðin, við erum streitt, við erum undir miklu álagi, við erum rosalega þreytt og þetta eitt af því sem að veldur krónískri þreytu eða mjög mikilli þreytu eða orkuleysi, það þetta ofvirka hugafara því að öll orkan okkar fer í allar þessar hugsanir, þetta bara eins og að vera í einhverja stöðari erfiðisvinnu í hausnum á sér, í orkun á sér allan daginn og þá erum við ekki að hvílast, þá erum við bara þreytt og við erum dreinuð og við erum búin á því og orkuleys og þannig að eitt sem við verðum að gera, við ætlum að fá frelsi, hvort sem það kvíði eða krónískir verkir eða þreyta eða brotin sjálfsmynd, við verðum að taka hugafarið okkar í gegn og þjálfa það og við getum stýrt hugsunum okkar, við getum breytt hugsunum okkar og við getum þjálfa hugafarið, alveg svo við förum í ræktina að þjálfa líkamann, þú veist, við fáum ekki kúlurass og sixpack með að fara einu sinni í ræktina, skilur, við þurfum að gera þetta dagstaglega, skilur, og við þjálfum hugafarið og einn stærsta blessunin sem að ég hef farið í gegnum í mínu lífi, það að umbreyta og endurnýja hugafarið mitt, af því að það var bara fullt af ykkur rusli, skilur, og læra hvað eru heilbrigðar hugsanir, hvað eru óheilbrigðar hugsanir, þetta gaglega hugsanir, þetta ógaglega hugsanir og hvernig stoppa ég þessa þvottavél og þessa neikvæða hugsanir, skilju, og hvernig setja inn nýjar og heilbrigðar og jákvæðar og bjartar hugsanir í staðinn, skilju. En það að ætla að breyta hugafarinu á sama tíma og maður ennþá einhvern veginn að hata sjálfum sig, hafna sig, vantresta sjálfum sér, þú veist, að þá verður þetta bara svona stöðu baráttu, af því að það svo mikið af neikvæðum hugsunum sem koma úr þessum sársauka, skilju, hvað við. Að geta, þú veist, að elska sig ekki eða samþykja sig ekki, þú veist, að trúa því að maður sé ekki nóg, þú veist, eða maður sé ekki að gera nóg, þú veist, setur maður á svona hamstrahjól þar sem maður að hlaupa og hamast til að reyna einhvern veginn að verða nóg, þú veist, en að því að maður trúir því að maður sé það ekki, að þá nærðu því aldrei, skilur, þú veist, þannig að þú þarfst að breyta í hverju þú trúir og hvernig þú hugsar, skilur, að þá maður nóg, þú veist, og ég nóg og ég að gera nóg, ég þótt ég ger ekki neitt í heilan dag, þá ég samt að gera nóg, skilju, og það kemur bara svona bara ok, friður, skilju, og þá getur maður nota orkuna sinna í að byggja upp og skapa, þú veist, en ekki vera í stöður baráttu eða stríði við sjálfa sig, skilju. Þannig að þetta lykillinn, við fjallaðum ræturnar og það eru mínu skjólstæðingar að hlusta daglega á daglustur og það þetta námskeið sem ég bjó til frelsi frá kvíða og ég með fleiri námskeið eins og frelsi frá áföllum, öðlast heilbrigðan svefn, en frelsi frá kvíðanámskeið hefur svona aðalnámskeið og það fólk að hlusta daglega á daglustur til að vinna markvisst á þessum rótum og ég ætla bara að láta það fá þetta námskeið núna eftir þáttinn og ef þú hefur áhuga á að fara í gegnum þetta og svo bara tökum við því í enga tíma og við mókum þessu út, þessari streitu og þessum hugsunum og þessum hamfara hugsunum. Þær eru orka líka, skilju, og síðan þetta markvisst þjálfun í hvernig get ég, þú veist, nota fyrirgefninguna, hvernig get ég fyrirgefa sjálfum mér og öðrum, hvernig fæ ég frelsi frá áföllum, hvernig get ég stýrt hugsunum mínum og þannig stýrt líðan minn og eitt af því sem að ég myndi kannski vilja ráðleika þeim sem að hlusta, skilur bara, þú veist,
að skrifa niður til dæmis þeir sem að glíma við neikvæð sjálfsniðrif eða sjálfsásökun eða sjálfsfordæmingu að skrifa niður lista yfir alla eitthvað kosti, bara, þú veist, og skrifa ég fyrir fram hvert og eitt og til dæmis bara ég sterk eða sterkur, ég heilbriður, ég góð manneskja, þú veist, ég góð móðir, ég góð faðir, ég góð amma, ég góður afi, þú veist, ég með falleg augu, ég með falleg bros, þú veist, ég góður hlustandi, ég traust manneskja, ég góður vinur, þú veist, að hafa allir einhverja kosti og því meira sem við fókusum á þá og tölum þá út í staðin fyrir að fókusa á það sem neikvætt og yfirleitt þetta heldur ekki eitthvað sem satt, þú veist, við erum öll nóg, við erum öll verðug, við erum öll dýrmætt og mikið svirð og við erum öll jöfn, þú veist, að þegar við byrjum að tala þetta út og hugsa þetta, að þá byrjum við að framlega innan með okkur orku eins og gleði og kærleika og þakklæti og frið og frelsi og þá líður okkur vel og svona getum við byrja að þjálfa hugafarið og þannig stýrum við hugsunum okkar og þannig getum við stýrt líðan okkar, skilju, að því að orkan okkar í samræmi við þessar hugsanir. Þannig að við erum bara, ég ræði ekki við þetta er alltaf mikið, ég að bugast, ég kemst ekki yfir þetta, ég verð að gera þetta, ég ætti að vera svona, ég ætti að vera hinsegin, að þá erum við að framlega bara streitu og kvíða og ótta og bara stress, þú veist, ég finn það bara strax ef ég segi þetta, jafnvel þótt ég meini þetta ekki og ég trúi þess ekki en bara með því að segja þetta, þá er ég að framlega þessu orku innan með mér, ég fæ bara hnút í magann að finna svona þyngsli en ég, í staðinn hugsa ég bara, ég sterkir heilbrigð mér, ég vel, ég frjáls, ég er nóg, ég er að gera nóg, ég er góð móðir, ég er að ná stórkostlegum árangri, ég má gera ekkert þú veist, ég má vera skilyrðslaust þú veist, að þá finn ég strax bara, ég byrja að brosa ósjálfrátt að því ég finn bara kærleika og frið og þakklæti þess að jákvæða fallega orku sem að ég hef bara valið að lifa í og það er lykillinn að varanlegu frelsi að geta stýrt þessu. Já, og það er eitthvað sem að þú segir bara að það geta allir saman þó sett búin að vera heima hjá þér og ekki þóra út úr húsi í einhver ár og þá getur þú veist að því að þetta vindur alveg upp á sig, fólk getur bara einmitt ég er með svona hluti sem að ég reyna að forðast eins og bónus ekki bónus sem slík heldur bara búð þú veist, ég er rosalega erfitt með að fara á þeim tíma þar sem allir eru í bónus eða búðinni, góður en að þú veist, það er svona eitt af þau, þú veist, og ég fann það alveg þegar þetta var sem mest að ég var farin að gera svona hluti svona, þú veist, sneiða hjá ákveðnum aðstæðum sem ég fannst óþægilegar og þú veist, og ég sá alveg og ég er alveg það vel gefin að ég fattaði, ok, ef ég held þessu áfram að þá er ég farin að sneiða fram hjá, þú veist, allt og mörgu, þú veist, það er ekkert mál að fara í búðina, það er ekkert mál en í haustum á mér er ég bara eitthvað af því ég er bara, þú veist, líka með ADHD og margt svona stór mikið af fólki, svona aðstæður eru bara streituvaldandi fyrir mig að mér finnst, skilur en þú veist, ég er einmitt alveg til í að losna við það, þú veist, ég get bara farið, þú veist bara, full sjálfstrausts í búðina þú veist, en þetta snýst ekkit eiginlega það, þetta er bara eitthvað sem ég er búin að ákveða hausnum á mér að valdi mér streitu og kvíða, þannig ég reyna að sleppa við það, ég sel manninu mín þá hugmynda, það er best að hann þetta sé kallmannsverk þetta er eiginlega, þetta er svona þungi pokar og eitthvað, þú veist en þetta er bara þetta er nefnilega allt í hugsunum okkar og hverju trúum við og það sem við trúum situr í hjartan og það er rosalega sterk orka og það sem við trúum hvað sem það er satt eða ekki að það stýrir því hvernig við hugsum hvernig við hegðum okkur þú veist, hvaða sýn við höfum fyrir líf okkar skilur hvert förum við, hvert ætlum við ef við trúum því að við séum einskis virði við eigum ekkert gott skilið, að við séum minna virði en aðrir, við séum vittlaus heim sko svo framvegis, að þá erum við ekki að fara út og láta draumana rætast eða biðja stöðuhækkunina skilur þú veist, en ef við trúum því að okkur séu allir við færir að við getum gert allt sem allir aðrir geta gert, að við séum klára, við höfum styrkin og hugrekkið og kjarkin, við eigum skilið að fá það sem er gott og fallegt, að við séum verðug, að þá erum við þá opnast bara þessi bjarta veröld fyrir okkur og við förum bara og sækjum það sem við viljum fá, skilur þú erum að vera við sjálf og þannig við verðum að taka þessu hugarfarsþjálfun inn og það er bara dagleg þjálfun og þetta er, þú veist, ég segi við fólk ertu tilbúin að taka hálftíma á dag til þess að vinna í þínu frelsi og þínu bata markvist, það er nóg til þess að fá góðan árangur og gott flæði í batan og það geta allir fengið frelsi og það geta allir breytt þessu og mjög oft er ég að fá til minni einstaklinga því að dáleysla er kannski ekki þetta hefðbundna form
af aðstoð sem að fólk leita sér og þá fólk kannski búin að fara margar hringi í kerfinu og alveg svo ég var sjálf búin að gera á sínum tíma, þú veist, og ég náði alveg einhverjum smá árangri en svo bara, þú veist, leið og var eitthvað álag eða streyti miklu tímar eða var bara eitthvað í gangi að þá bara blossaði kvíðin upp, skilur, þú veist, og ég var að glíma með svefnvandamál, ég gæti ekki sofna, ég var andvaka, þú veist, og ég var bara með mjög óheilbrigt hugafar gagnvart svefninu, bara svefnkvíða, byrjaði bara strax í aðdraganda nætur að hafa ágjör á svefninum og hugsa nú ég ekki eftir að geta sofna, hvað ég verið andvaka, ég verða að fá 8 tíma svefn, annars dagurinn ónýtur. Ég tengi svo hart, sko. Og ég var bara að býta, hvað ég að gera? Ég bara að senda vantraust og kvíða og ótta inn í svefni minn, hann verður bara fullur af neikvæðri orku og þá er hann bara óheilbrigður. Og eitt af því líka sem heldur fyrir okkur vöku fyrst og fremst, það er þessar ofhugsanir. Þegar leið að maður leggst, það bara alls ég eftir að gera þetta eitthvað, rifrið því fyrir 10 árum, þarf ég að pissa, ég er með það, sko. Þarf ég að pissa, ég þarf að pissa, það koma 3 drópar. Þetta er bara eitthvað sem ég geri og svo er alveg bara svona, svo, þú veist, maðurinn minn er alltaf bara elsku kallinn, hann er vanur svöllu, það er bara svona hjá mér, ef það er eitthvað mikið að vera morgunin daginn eftir, þá er ég farin upp í rúm, ekki setna en, þú veist, klukkan þetta, af því ég þarf að fá svefn, svo er ég hangandi upp í rúminu og sef ekki neitt, af því ég er svo mikið í símanum, eða eitthvað, þú veist, og hann alltaf bara, þú ert ekki fyrir að spila leiki fyrir svefnin, ég bara, heyrðu, þú ræður ekki mér, ég er að róa mig niður hérna með þessum leik og ég veit alveg að þetta er ekki rétt, sko, ég veit alveg að ég á ekki vera með síman í andlitinu, þú veist, ég veit það, en þú veist, ég er með svona svefnkvíða, sko, ég er alveg bara, þessu típist ég að sofa ekki nóg og verða alveg ómögulega á morgun og og þá, hvað, þú veist, já, þetta er alveg akkurat. Ég er alveg þarna sko og ég fór í gegnum þetta allt saman í dag er ég búin að búa til, þetta er svona hugsanir sem ég kalla krafthugsanir, sem eru svona heilbrar hugsanir sem maður hugsar vísvitað og ásetningi í staðin fyrir þessar óheilbriðu neikvæðu hugsanir og ég þurfti að búa til krafthugsanir um svefnum minn og ein krafthugsun er til dæmis það skiptir ekki máli hvort ég fái 3 tíma svefn eða 8 tíma svefn, ég er alltaf jafn kraftmikil, orkumikil, af því að orkan okkar kemur ekki frá svefninum, hún kemur ekki frá því sem við borðum, hún kemur frá því sem við erum að hugsa og því sem við trúum og við manneskjur, sérstaklega konur, við erum með þetta innbyggt í okkur að geta komist af án þess að fá mikið svefn, þú veist, bara þegar við erum að eignast börnin okkar til dæmis, skilur, og þá er maður kannski að fara í gegnum löng tímabil þar sem maður er að fá lítinn eða engan svefn, en við erum samt til staða fyrir barni og við erum að hugsa um það, við erum að passa, við erum að vakna 10 sinnum á nóttinni til að geta gefið alla þessa ást í þetta litla fallega barn og við erum bara hannaði fyrir þetta, þú veist, og ég bara breytti algjörlega mínu hugafæri gagnvart svefninum og í dag er það þannig að það skiptir ekki máli hvort ég fái 3 tíma svefn eða 8 tíma svefn, ég er alltaf jafn kraftmikil, orkumikil, önnur krafthugsun sem ég notaði var bara leið og ég legg höfuð á koddann, þá finn ég að ég er hann þreytt og ég sofna stutt seinna og það er yfirleitt þannig. Einstaka sinnum þá poppa upp ykkur svona léttar ofhugsanir og þá spotta ég strax og þá bara segi ég er alveg að sofna, ég er nú þegar sofnið, ég er alveg afslöpuð og slög, mér líður vel, þú veist, að því að mér leið og við byrjum að setja þessa hugsunin þá erum við að setja frið og afslöpun og slökun inn í kerfi okkar, skilja. Það versta sem við gerum er einhvern veginn að sökka okkur onni þessar ofhugsanir á stundum og það var alveg þannig hérna áður fyrr, þú veist, það var eitthvað svona neikvæða hugsana fíkn í mér og ég vildi stundum bara marinera mig upp úr einhverjum vandamálum eða gömlum áföllum eða einhverju óréttlæti heimsins og maður ger upp daginn ég var alltaf að því sko, ég er að gera upp daginn þegar ég leggst á koddann bara enga megin góð bara slepp, þú veist, bara engar ofhugsanir og bara helst að hugsa sem allra minnst og þegar ég er að hugsa þá er ég að velja og stýra mínum hugsunum en nú er það líka orðið þannig að þú veist, að því ég er búin að þjálfa hugafæri mitt svo mikið að þú veist, þessar sjálfvirku hugsanir þær eru heilbrigðar, skilur þannig að þú veist, það er, en það poppar alveg upp einstaka sinnum, ég kannski mitt út í búð og allt í einu bara dæmi eitthvað, þú veist, og það er ekki ég eitthvað, nú ætla ég að fara út í búð og ég ætla að dæma alla sem ég sé í búðin þetta virkar ekki svona, skilur þetta er bara eitthvað sem poppar upp bara úr einhverjum gömlum forritum og þá bara, þú veist fyrirgefi ég þessari hugsun og ég segi ég ætla að senda þessari mannesku kærleika ég ætla að senda þessari mannesku þakklæti, þú veist, og ég sendi bara viðkomandi jákvæða orku í staðinn og þá, þú veist, þá situr það skilur ekkert eftir sér nema eitthvað fallegt, skilur þannig að þetta er bara hluti af því að passa upp á hugafærið okkar og orkun okkar að það sé heilbrigt og gott að því að það er það sem að stýrir okkar líðan og okkar heilsu og okkar lífi öllu Þetta er alveg magnað því ég er að fá svo mikið að svona bara, já, þú veist, svona að því ég er, þú veist, eins og með þetta hérna
með þessa þráhyggju mína með að þurfa að pissa. Ég var bara að fatta það núna að þetta er að því ég var sko örgla að því ég var í heimavistarskóla þú veist frá því ég var bara í fyrsta bekk og eitthvað og þar var bara mín versta martröð var að ég myndi pissa undir og það myndi allir vita og það myndi allir sjá að ég hef pissað undir og ég það aðlagi þú veist. Þannig að ég fekk bara svona ég þurfti alltaf að vera bara tæma blöðruna, ég var alltaf að passa upp á þetta var bara það versta sem gæti hugsanlega gerst að ég myndi pissa undir. Þannig að þá byrjaði þetta einmitt alveg bara, ég þarf að pissa. Og ég er ennþá svona, veist, orðin 41 árs og ég er ennþá bara, jú, ég held ég þarf að pissa, jú. Og svo er ég alltaf, maðurinn minn er einmitt bara alltaf, hvað nú? Að því ég er alltaf að fara aftur og, veist, og ég sé þetta pínu í dóttur minni svona að hún er líka svolítið svona, þú veist, að þurfa alltaf að fara, ég verð að pissa einu svona og ég er alveg ok, þú veist. Og þú veist, þetta er ekki stórmál, en þetta er samt svona það sem að einhvern veginn lærð hegðun sem að ég bara tilengaði mér því ég var krakki og er ennþá. Alveg, jú, þú veist, og einmitt með svefnin að ég leggst á kottana það bara, ég er ekki að fara að sofna, sko. Akkurat, ég er alls ekki að fara að sofna af því ég þarf þess. Maður er svona ekki fórnalamb einhvern veginn, þú veist, ég hugsa alltaf, ég er bara svona, ég er potið ekki að fara að sofa vel. En eins og þú segir, ef þú bara hugsar, það verður allt í lagi, þú sofir bara í 3 tíma. Akkurat. Þá er þetta bara svona, þá er ég bara búin að missa pínu tilgangin með þessari hugsun. Já. Ef ég er hægt að bara vera pæl í því það skiptir einhver máli. Og líka bara hugsa, þú veist ég sofna alltaf leið og ég legg höfu á kottan þú veist, ég er með útrúlega heilbrigðan svefn bara leið og ég leggst niður, þá finn ég bara að kemur svona friður og ró yfir mig og ég bara sofna og ef það gerist að ég verða andvaka að ég sofna ekki, sem að gerist eiginlega aldrei að þá er það allt í lagi þegar ég er alltaf kraftmikil og orkumikil þú veist, og svo þurfum við vöknum fyrsta hugsunin hjá mér þegar ég var að glíma við þessa síþreytu bara leið og ég vaknaði bara, ég er svo þreytt bara, þetta var svo erfið dagur, bara ég fekk svo lítinn svefn og ég ætti að vera þreytt í allan dag og hvernig ég ætti að geta að vera í skólan hvernig ég ætti að geta að vera í vinn, þú veist, það var bara þetta bara byrjaði alveg leið byrjaði bara að setja mig inn í streitu og þreytu og kvíða skilur, með þessum hugsunum og við þurfum að, þú veist, fyrsta skrefi er að byrja að taka eftir þessu, því mjög margir eru bara algjörlega aftengdir hugarfarinu sínu svo eru aðrir sem eru hræddir við hugsanirnar sínar þeir fá til dæmis það sem ég kalla ultraneikvæðar hugsanir sem er bara eitthvað maður er kannski bara út að keyra og það bara þú veist, klesti á þessa mannesku eða stingdu einhvern með þessum hnífi og hoppaði fram að svölunum og þetta eru svona ultraneikvæðar hugsanir sem að koma bara allt í einu og koma hjá öllum, skilur, einhvern tíman þú veist, og það er svo mikilvægt við séum ekki að fara í eitthvað skömm eða ótta því að, þú veist, við erum ekki að velja þessar hugsanir, skilur þú veist, þetta eru bara hugsanir sem að koma frá einhverja neikvæða orku í umhverfinu, þú veist, það er alls konar orka í umhverfinu okkar sem við getum ekki séð með okkar augum, en það sem er mikilvægt er að við séum ekki að annarkvort trúa þessu eða bara, er ég að vera geðveik eða er ég að vera geðveikur, skilur, þú veist, er ég vond manneskja, þú veist, af hverju er ég að hugsa þetta, þú veist, að við séum ekki að dæma þetta, við bara fyrirgefum sem hugsunum og við setjum inn heilbrigða hugsun sem er bara þveröfugt við, skilur, bara kærleikur, þakklæti, gleði, friður og byrjum að þjálfa þannig okkar eigin hugsanir og vera aðeins að meðabýta, er þetta gagnlegt, er þetta ógagnlegt, skilur, þú veist, og sleppa þessum hugsunum og setja nýjar heilbrigðar. Þetta er magna. Ég er tilbúin. Ég er tilbúin í þetta og ég er bara meir en tilbúin og ég er mitt eins og það væri mjög áhugavert eftir tíman sem ég tek í þetta að við myndum koma aftur og tala aftur um það. Ég held að það sé og myndið þú segja þá kannski að þessi stærstu einkenni hjá þér sem þú myndið vilja fá frelsi í gegnum þetta ferðalag væri þá þessi kvíði og þetta er svona svolítið streitukvíði, hljómar þannig, ekki? Og svo kannski streitan og hvað þá, svefnin. Og ef ég myndi vilja biðja um að meta þennan kvíða á skalanum 0-10 bara eftir hversu mikil áhrif hann hefur á þig og því lífsgæði 1 því bara mjög vægur, finnum alla fyrir 10 því bara mjög mikil, nánast óbærilegur hvar myndir staðsetja hann? Ég myndi segja svona sko, ég hef einhvern veginn aðlagað líf mitt í kringum minna kvíða sko. Þú veist, ég veit hvernig ég fungera og ég veit að hvernig best að raða deginum mínum upp og allt þetta þannig að ég myndi segja 8-9 sko
að því ég hef alveg, þú veist, eins og þú veist, ég sagði við þig, þú veist, ég að gera fullt af hlutum og fólk trúir því ekki í sig feimin, ég það sjúklega, sko, þú veist, ekkert verra en að koma síðust í eitthvað partí þar sem allir horfa á mig og ég bara, haha, þú veist, en svo ég að gera hlaðvarp og í mynd og eitthvað og fólk alveg bara, ég skilit ekki alveg, þú veist, hvort ertu fulla sjálfstrausti eða með ekkert og ég einhvern veginn, ég veit það ekki, þú veist, að því ég hef alveg trúið því sem ég að gera, en á saman tíma ég alveg bara er þetta allt í lagi? Þú veist, er ég í lagi? Er ég, þú veist, að því að þetta svona, þannig að ég held að, 8-9 ég myndi segja það. Akkurat, og það það sem að gerist að kvíðinn byrjar að stjórna, skilur, og eins og þú segir, við fyrir að aðlaga líf okkar að honum, skilur, sem þýðir að við erum ekki frjáls, en í gegnum þetta ferðalátt þú eftir að taka valdi yfir honum og stjórna honum, af því að við höfum valdi yfir kvíða en við þurfum að læra það og við þurfum að skilja og við þurfum að nota síðan markvisst aðgerðir til þess að útrýma honum út úr okkar lífi, en hvað með streituna? Ef við nota sama mælikvarða? Ég myndi segja svona 7, 8 og ég held að það sé bara því ég fór í 12-spora starf, þar sem ég kann aðeins svona að, þú veist, sleppa tökunum og leyfa hlutunum bara gerast, taka einn dag í einu, taka 1 mínútu í einu, þú veist, og það held ég að sé svona það sem að lætur þetta ekki vera 10, að því ég er alveg eitt verkefni í einu, eitt viðtal í einu, eina grein í einu, skilur, þannig að ég nota það og það hjálpa mér alveg bara svakalega mikið, þannig að ég myndi segja svona 7 kannski. En svefnin, er það aðalega, finnst þér þú vera að andvaka, ert að vakna upp á nóttinni, ert að fá martraðir? Sko, ég er að vakna á nóttinni, ég er að fá martraðir líka, ég vildi allar nætur einu sinni. Martröð? Nei, að vakna, og ég vildi það til að borða. Því ég veit alveg að það er ekki skynsamlegt, en ég vakna bara svöng á saman tíma, alltaf. Klukkan hvað? 4. En það vistu, hefur tekið eftir, þú vakna klukkan 4, hvað hugsun poppar upp? Ég verð að borða, annars sofna ég ekki aftur. Það veist. Þannig að það er mjög sterk hugsun þegar ég verð. Og hvað orka er í þessu ég verð? Hvað myndir þú segja? Ég veit, ég bara neikvæð orka. Veist, þetta er bara, að því ég er bara einhvern veginn búin að segja, veist, og það er alveg, ég hef alveg vaknað við það að ég opna ísskápinn, sko. Þú veist, við ljósið frá ísskápnum, pældi því. Þú veist, þannig er ég bara, ég er komin einhver autopilot bara og ég fer bara í ísskápinn þegar ég vakna og svo er ég ekki einu svona vöknuð þegar ég stundum að opna ísskápinn, þú veist, og það má ekkert vera til. Ég er svona pínu ét allt sem er til. Og hvernig gengur þér að sofna? Bara ekkert vel, sko. Nei, og ertu bara leggst á kottan þá bara alls konar ofugsanir eitthvað. Já, og líka bara, þú veist, ég er ekki að fara að sofna, það er aðalega það. Já, þetta er alveg versta sem við getur hugsað. Og líka bara, þú veist, ég var að lesa það, þú veist, að ef þú ert að borða á nóttinni, þá ert að setja orku í líkamann, þú veist, þannig að hann er ekkert eitthvað tilbúin að fara að sofa. En samt er það, þú veist, hungur, ég með eitthvað hungur, svöng, ég er ekkert svöng. Þetta er mjög skrítið, sko. Þannig að ég einhvern veginn sagt með það að ég verð að borða til þess að sofna, en svo er ég ekkert að sofna hvort þið er, en samt er ég, þú veist, þá er allan það að ég sé svöngast truflaða, skilur við. Akkurat. Og einhvern veginn mjólkuglas og keks var einhvern veginn svolítið svona það sem maður gerði áður en maður fór að sofa í den, sko. Það er ekkert rosalega sniðugt núna. Ég er mjög heppin að hafa góða brennslu. Ég segi bara ekki annað, því að annars væri ég bara ég veit það ekki, ég borða kökur og helst allt sem er sætt bara ef ég finn það. Þetta er mjög ógeðslega, þú veist, mér finnst þetta ekki svona, þetta er ekki eðlilegt, en ég er búin að gera þetta mjög lengi, sko. Þannig að þú myndir segja þá að svefnin væri okkur svipuð róli, kannski þarna í kringu 7-8. Já, ég myndi segja það. 8. Þannig að það er bara, þú veist, heilmikill árangur sem að þú getur náð og við ætlum að hjálpa þér bara virkilega að ná mjög miklum árangur þessu svið og það sem að ég myndi vilja að þú myndi byrja bara strax að vinna námskeið með frelsi frá kvíða og þar eru dálislur, svona hljóðupptökur, svona 10-15 mínútur, bara stuttar, sem þú hlustar á 1 sinni til 2 á dag. Þú veist, 1 sinni er alveg nóg. Þannig að þú veist,
til dæmis bara þegar þú ferð upp í rúm á kvöldin, þú veist, í staðans að vera með svo ofhugsanir, að bara kveikja á einni dálislu. Og þú mátt sofna við þar, að þið undirmeðvitundin er alltaf vakandi, þannig hún er að meðtaka þetta. Þú mátt líka hlusta á mótana, þú mátt hlusta hvena sem er yfir daginn, en það er ekki, en ekki hlusta oftar en 2 á dag. 2 er mjög fínt og mjög gott, þá ertu bara að ná mjög góðu flæði og finnu meir og meir í létti og síðan tekur bara lágmarki 15 mínútur í fyrirlestranum. Og þetta eru bara myndbönd og fyrirlestrar og síðan kem ég kannski að segja, já, nú erum við að tala um krafthugsanir og ég er að útskýra hvað það er og síðan segja, nú þú ert að stoppa myndbandi og þú ert að skrifa þetta niður 8 krafthugsanir og útskýra hvernig þær eru orðar og hvernig þú nota það og jákvæða sjálfsuppbyggingin og allt það. Og síðan myndi ég leggja til að til átt svona hálfnumi námskeið, það tekur yfirleitt svona 4 vikur að fara í gegnum þetta, þá myndum við bara hafa enga tíma og við getum bara tekið hann upp og vilt setja brot úr því inn í þáttinn og það sem við förum bara onni þessar rætur, vinnum með þær, mókum út þessum rótum og þú finnur bara mjög mikið létti eftir þann tíma og síðan þú ert búin að klára, þá höfum við einni viðbót og mín spá er að eftir það ertu komin á bara rosalega góðan stað þar sem að þú ert bara að sefi vel, þið lífi vel í einn skinni og þú ert bara byrjuð að mastera hugsaðina þínar og þannig stýra orkunni eða líðanðinni þannig að þú getur bara nota allan hann kraft og alla þessa orku sem er innan með til þess að skapa og til þess að láta draumana og gera það sem þú vilt gera, skilja, en ekki að sóa allar þessar orku, allar þessar streitu og þessa innri baráttu, skilja, sem er einhvern veginn alltaf bara að taka frá okkur of mikla orku, skilja mig og það er alveg ótrúlega magnað hvað maður einhvern veginn næra afkasta miklu og áorka miklu þegar maður setur alla sína orku í það sem er heilbrigt og skapandi og gefandi, þú veist. Já, ég er mjög spennt. Er það ekki? Jú. Þetta verður rosa gaman. Ég er mjög spennt að byrja. Og ég er ótrúlega þakklátt fyrir að fá þig. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og hlakka til að leyfa svo bara hlustundum að fylgjast með þessu ferðalagi. Já. Ég mun alveg láta vita og við tölum bara, ég fæði bara aftur þegar tímabilið búið. Já, nákvæmlega. Ég bara, þú veist, þú ert alveg búin að fjalla öll þessi enginni rosalega vel og því að, þú veist, maður einhvern veginn sé bara, hún er svona sjálfsörug og hún er svona, þú veist, einmitt, alveg, þú er að standa fyrir framan alla og allt þetta skilur, en þú veist, að það sýnir bara að þú hefur rosalega mikla styrkleika þarna inni líka, þú veist, að verandi búin að vera að glíma við þetta í allan þennan tíma, þannig að ég hlakka bara mjög mikið til að sjá hvað gerist þegar það er farið og þú bara, þú veist, það kemur eitthvað svona ofur bomba bara. Ofurkonan. Já, takk æðislega. Já, takk fyrir.